Við erum búin að tala mikið verðmætasköpun, verðmæti og hvað þetta tekjuhliðin og ég veit ekki hvað og hvað, en einhvers staðar þarf að setja peningana, einhverju þurfa að fjárfesta þessu og halda utan allt saman. Við erum komið með góða gest, Runólfur hjá Íslandsbanka, framkvæmdastjóri, forstöðumaður sjávarútvegs hjá Íslandsbanka, velkominn. Verðandi framkvæmdastjóri. Verðandi framkvæmdastjóri, við bara, þú veist, hóp. Herru, hvað segir mér, hvað svona ykkar aðkoma, kannski byrjum aðeins á því, sjávarútvegs teymi bara hreinlega hjá Íslandsbanka. Já. Segir okkur eitthvað greinina, hversu verðmæti þarna eru? Já. Sjávarútvegur hefur alltaf verið gríðarlega mikilvægur hluti af okkar starfsemi og í raun og veru þannig að Íslandsbanki var stofnaður til þess að þjónusta sjávarútveginn 1904. Okay. Og það kom til sökum þess að þá var verið að vélvæða flotann á Íslandi og það þurfti bara fleiri til því þetta var stórt verkefni. Þannig að 1904 var Íslandsbanki stofnaður til þess að hjálpa og aðstoða við þá vélvæðingu. Og Íslendingar voru með þeim fyrstu til þess að vélvæða flotann, þannig að nýsköpun og verðmætaaukning hefur bara alltaf verið í fararbroddi hér. Já, ef það eitthvað sem við höfum lært á þessu spjalli okkar síðustu 2 daga, það var það hversu, ekki bara hversu framarlega við stöndum núna, heldur bara hversu framarlega við höfum staðið í raun og veru bara frá, hvað má maður segja, upphafi nýsköpunar, bara farið af nánast trébátunum og yfir á vélbátana og allt sem að því tengi, Það er bara hárrétt og ég og við í Íslandsbanka finnum mjög vel fyrir því að við höfum áratugaskeið líka verið að lána alþjóðlega í sjávarútveg. Já. Og það tengist bara einfallega því að við kunnum þetta og þetta er hluti af DNA bankans. Sjávarútvegur erlendis á það til að vera svona hálfgerð jaðar starfsemi. Bankar og fjármálastofnanir hafa verið í vandræðum með bara að skilja, hvað maður að segja, hversu sveiflukendur og kannski svona óstöðugur sjávarútvegur getur verið. Við vitum að þetta bara sveiflast eftir afla, þetta sveiflast eftir verðmæti, verði á mörkuðum, veðri og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem við Íslendingar höfum bara lært að lifa við og þekkjum, en erlendu fjármálastofnanir þær vilja stöðugleika og fyrirsjáanleika sem að sjávarútvegurinn býður ekki alltaf upp á. Þannig að við höfum verið að vinna lengi erlendis á alþjóðamörkuðum og þar finnum við sérstaklega fyrir því hversu hátt Ísland er skrifað í þessum geira og varðandi nýsköpun og slíkt. Það er varla skip sem við skoðum og heimsækjum erlendis á þess að sé íslenskur hugbúnaður og tæki borð. Nei. Og skipin hönnuð hjá Íslendingum eða gegnum íslensk fyrirtæki. Þannig að við erum alltaf gríðarlega stolt af því að vera erlendis og getum borið höfuðið hátt. Þannig að það er vantilega mikil þekking innan bankageirans heima og hjá ykkur hvað þetta varðar svona með að svolítið ís í maga varðandi allt svo að tala allar áskoranirnar. Ég meina ímyndaðir, getur þú sett eitthvað í eitthvað samhengi bara eins og loðnubrestur, hvað þetta hefur bara mikil áhrif á þessar sveiflur? Já. Það er reyndar búið að breytast mikið, eins og ég sagði áðan, Íslandsbanki stofnaði 1904 og hefur verið að þjónusta sjávarútveg alla tíð síðan og það hafa verið hæðir og lægðir og bankinn hefur meira að segja farið í þrot á einhverjum tímapunktum í þessari 100 ára sögu og í einhverjum tilvikum var það bara tengt sjávarútvegi. Það hafði einmitt með að gera þegar að verið var að fjármagna fyrirtæki sem voru í uppsjávarveiðum og það var bara aflabrestur. Þetta er sem betur fer allt önnur mynd í dag. Eins og þið sjáu kannski að þá hafa þessi sjávarútvegsfélög verið að styrkja sínar stoðir, verið að fjölga sínum svona undirstöðu greinum og þannig að flest fyrirtæki í dag eru bæði með botnfisk og uppsjávar heimildir til þess að takast á við svona sveiflur. Og við sjáum meira að þessi stærstu fyrirtæki í dag, þessi skráðu fyrirtæki, eru farin að fjölga stöðunum út fyrir hefðbundna sjávarútveg, farin að fjárfesta í fiskeldinu heima. Þetta er allt með þetta í huga að minnka sveiflur, minnka líkurnar á því að þú lendir í verulegum áföllum. Þannig að fyrir íslensku bankana að vera að vinna heima í dag gjörólíkt frá því sem það var fyrir nokkrum áratugum nú svo sem.
stabilitetið og styrkleikur þessar fyrirtækja orðið miklu mun meiri, sko. Eru erlendu þegar þú að segja að þið var að lána og hérna í fjárfestingum eða lána væntanlega mest erlendis, kemur það þá heima saman um það sem varst að segja með þessar stofnanir sem að vilja bara stöðuleika, eru þá erlend sjávarútvegsfyrirtæki bara leita hingað af því að þau vita að hér skilningur og þekking á þessum sveiflum? Já, ég var nú kannski að ýkja, ég myndi segja að ég var að leita hingað. Við förum til þeirra og kynnum okkur, en þau hlusta sannarlega. Já, það er í sjálfu sér, sko, spurningi sem við fáum mjög fljótlega hvað er íslenskt fjármálafyrirtæki að gera í Bandaríkjunum eða á meginlandi Evrópu, þar sem fjármálakerfið er gríðarlega stórt. Og það gleymist stundum, sko, stóru íslensku sjávarútvegsfélögin eru mjög lítil sjávarútvegsfélög í alþjóðlegum samanburði. Við vorum að læra það hér í gær. Já, bara mjög lítil og þannig að allt varðandi samkeppnismál og annað finnst okkur stundum tekið úr samhengi því að þessi fyrirtæki eru að keppa á gríðarlega stórum markaði og já, ég get alveg staðfest að þau eru ekki mjög stór á alþjóðasamanburði. Sama með íslensku bankana, við erum litlir bankar í alþjóðlegum samanburði. Þar að leiðandi spurt hvað eru við að vilja þarna út. Það kemur mjög fljótlega ljós að við höfum alveg hlutverk að gegna þarna því að við förum og vinnum með þessum fyrirtækjum og við vinnum með þeim gegnum þessar hæðir og lægðir, góðu árin sem og slæmu árin. Já. Þannig að þess vegna höfum við, og það er ekki bara Íslandsbanki, hinir stóru bankarnir hérna heima eru að gera slíkt því sama. Já. Því að það er bara eftirspurn eftir okkar sérfræðiþekkingu þarna erlendis. Og vinklast á nýsköpunin inn í þetta, þessi stóru nýsköpunarfyrirtæki, þau þurfa náttúrulega vantanlega fjármagn líka og meðhöndlun bara á sínum málum? Já, það góða er nú svo sem að stóru nýsköpunarfyrirtækin okkar hafa svo sem bara vaxið, sko, við höfum ekki náð að vaxa með þeim. Nei. Þannig að þau eru svo sem fann að fjármagna sig erlendis. Það sem við höfum kannski gert, við horfum til dæmis á það sem gerist með Össur, þó það sé ekki sjávarútvegi að þá náttúrulega óx það bara frá okkur, en varðandi til dæmis Marel, að þeir hafa langt skeið verið nú að fjármagna sig aðallega erlendis og hvað þá núna þegar að JBT kaupir þá. Þannig að en við gegnum ennþá augljóslega mjög mikilvæg hlutverki varðandi að þjónusta og styðja við þessi nýsköpunarfyrirtæki hérna heima. Og Íslandsbanki er til dæmis samstarfsaðili sjávarklasans og einn af þeim svona stofnaðalinn sem komu að sjávarklasanum og það er nú eina leiðin okkar til dæmis til þess að styðja við nýsköpun og þessi fyrirtæki sem eru að koma sér á stað hérna heima. Við höfum ekkert náðu að ræða hann hingað, en það er nokkri hafa minnst á hann bara, sjávarklasin. Já. Þú getur aðeins sagt okkur frá hann? Já, ég er nú kannski ekki besti maðurinn til þess. Nei, bara því að þú vantarlega þekkir aðeins til. Já, ég þekki aðeins til og eins og ég var minnast á þá erum við mjög stolt af því að hafa verið í samstarfi með sjávarklasanum frá byrjun. Og þetta er reyndar algjörlega magnað verkefni og enn eitt verkefnið sem að erlendir aðilar eru að pikka upp. Já. Því að nú er búið að vera að stofna sambærilega sjávarklasa vítt og breitt, nokkra í Bandaríkjunum og eitthvað held í Evrópu líka. Ég hef nú verið að heimsækja þá svolítið þessa sjávarklasa í Bandaríkjunum og þeim er stilt upp bara að íslenskri fyrirmynd þar sem að augljóslega stóru sjávarútvegsfélögin svona á þeim slóðum taka sig saman ásamt öðrum í einkageiranum og jafnvel opinberum aðilum og búa til svona samstarfsvettvang. Því að þið getið ímyndað ykkur hvernig þetta er fyrir þá sem er að vinna í nýsköpun að vera dreifðir út allar trissur, þetta eru oft 1, 2, 3 aðilar til þess að byrja með. Þannig að hafa einhvern stað þar sem að allir eru einhvern veginn geta jafnvel verið í samstarfi. Já. Og auðvelda aðgangað bara spjalli og samtali hvað gerist í greininni og hvernig þeir geta lagt sitt til marka. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Og sjávarklasinn hérna er bara augljóslega frábært dæmi það hvað það hefur heppnast vel. Hann er orðinn nokkur ára gamall en eldist mjög vel. Sem betur fyrir erum við búin að sjá nokkur verkefni, byrja þar og svo bara vaksaði út úr sjávarklasanum og er orðinn bara stöndug fyrirtæki í dag. En svo held ég algjörlega ómetanlegt allar þessar nýju hugmyndir og verkefni sem að hafa sprottið þaðan. Og þó það ekki orðað einhverjum stöndugum verkefnum, að þá skilur þetta alltaf eitthvað eftir sig. Sko.
þið náttúrulega hérna því að þið eru á fjármálamarkaðnum augljóslega, sko nú hérna þetta eru sjálfsögur menn hérna sem eru í geiranum búin að tala um veiðigjöldin og hvernig svona næsta ár verður, því að þetta ár gott, bara stefnir í mjög gott ár, Gunnþór var að segja ykkur frá því og náttúrulega sérstaklega gott hjá honum og bara fleira því að verðin eru það há að bara 2025 virðist vera bara frábært ár í íslenskum sjávarútvegi sem er bara algjörlega æðislegt. Eru þú veist þið strax bara í bankanum sem að horfa á markaðana farnir að hérna, finna fyrir einhverjum samdrætti eða svona sveiflum eitthvað niður og við út af næsta ári, þú veist, virkar þetta það langt fram í tímann einhvern veginn? Já, sjálfsögðu hérna hefur þetta strax áhrif og þó svo að fyrirtækin séu eiga bara fínt rekstrarár sem betur fer, að þá eru ástæðurnar fyrir því að einhverju leyti utanaðkomandi verðin fyrir eins og þorskin í dag eru gríðarlega há og við eitthvað af því hérna getum við hrósað okkur fyrir Íslendingarnir en að mestu leyti kemur þetta til sökum þess að aflaheimildir í Barentshafi hafa lækkað gríðarlega mikið. Já. Þannig að aðgengi að þorsk á mörkuðum hefur minnkað og þar af leiðandi framboð og eftirspurn verð hækkað. Þannig að það er að sjálfsögðu mjög gott og hefur hjálpað mikið til en það eru utanaðkomandi aðstæður. Ef að verð á þorski hefði þróast í hina áttina að þá væri sko staðan allt önnur. En þetta er líka, þetta er þó misjafnt á milli fyrirtækja því að hérna þó svo að síldarvinnslan sé nýbúin að koma út og gefa út jákvæða afkomuviðvörun sem er að sjálfsögðu frábært að þá getum við séð það sem er að gerast í Vestmannaeyjum, þar sem verið að loka fyrirtækjum og selja skip og það tengist þessari óvissu til dæmis varðandi veiðigjöldin. Það veit enginn hvað þau verða á næsta ári. Það eina sem þau veit er að þau verða hærri. Hversu mikið hærri liggur ekki fyrir. Þannig að tölurnar ég held að fjármálaráðuneytið sé að gera ráð fyrir þetta verði einhverju 17 milljarðar sem er þá að ég held hæsta talan sem hefur verið augljóslega frá því að þetta var sett á. Einhvers staðar verður þetta að koma. Þannig að þessi fyrirtæki verða að fara og hérna, aðlaga sinn rekstur að þessu umhverfi. Og það sem þetta hefur strax haft áhrif á, það er allur þjónustugeirinn. Við erum ekki bara að vinna og hérna, samstarfsaðilar sjávarútvegsfyrirtækjanna, hérna, fjármálafyrirtækin, við erum augljóslega að vinna með öllum fyrirtækjum í landinu og við finnum að þetta er að valda bara þó nokkri óvissu og því miður hérna, skaða í þessu þjónustugeira því að það þurrkuðust að vissu leyti bara upp svona verkefnapípunar hjá þeim. Því að sjávarútvegsfélögin bara brugðust við með því að velta öllum steinum og byrjuðu til dæmis að því að setja mikið af þessu fjárfestingum og viðhaldi bara á ís. Því það er að fyrsta sem að þú gerir þegar að þú þarft eitthvað að passa þig. Að hérna, þá ferðu og skoðar alla leiði til þess að spara og þannig að ég held að sjávarútvegsfélögin eru stór og burðug flest hver þó augljóslega misjafni stöðu. Við höfum ekki áhyggjur af því að þetta muni valda gríðarlegu tjóni þar því að þau eru vön breytingum og hérna sveiflum en þetta mun og hefur strax haft áhrif á öll fyrirtækin sem eru að þjónusta sjávarútveginn og þetta verður fljótara og fyrra að skila sér þar. Já, því að þau náttúrulega eru, þú veist, því að það má ekki gleyma líka því að náttúrulega eru nýsköpunarfyrirtækin sem eru í kringum þetta og þess að tala um þjónustugeirann að bara ef þú horfir í kannski minni svæði hérna bara út á landi að þar er náttúrulega ein málmsmiði náttúrulega er farinn og svo náttúrulega bara svona kannski minni verktakar sem að kannski í minni sjávarplássum eru kannski með 70% af vinnu sinni í fiskvinnslunni. Þannig að þú veist það er svona líka bara svona litla fólki líka sem að svona kannski sem að þetta særir strax sko. Svona eins og til þess að talið niður ást að segja sko. En ljómandi flott, Runólfur, takk hérlega fyrir að koma. Hrikalega áhugavert að heyra þennan vinkil líka. Þá erum við komið með sko fjármálageirann líka inn í þetta. Takk innilega fyrir að setjast niður með okkur. Við höfum eftir 2 viðtöl. Lind Marteinsdóttir er næst á dagskrá hérna 12-leytið og svo 12:30 er að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir fyrrum ráðherra fjármála, utanríkismála og nýsköpunar. Þannig að hún er með alla 360 gráðurnar á þessu.